Komið margblessuð og sæl og verið hjartanlega velkomin að skjánum. Það föstudagsþátturinn sem heilsar ykkur og við ætlum að byrja á mjög mikilvægum málaflokki sem geðrækt og geðhjálp og hingað til mín kominn Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar. Vertu hjartanlega velkomin í þáttinn. Takk kærlega fyrir. Og þið eruð með þetta magnaða átak núna, það G-vítamín, geðræktardagatal á þorra. Hvernig kom þessi hugmynd til ykkar? Það kemur alltaf eitthvað til manns í svefni eða vöku. Hún kom til okkar þessi hugmynd að við ættum kannski að rækta geð á þorranum. Og hugmyndin kannski kemur út frá því að geðhjálp hefur það meginmarkmið að rækta geðheilsu Íslendinga. Og þegar ég segi Íslendinga þá það bara allir sem búa hér. Og í upphafi faraldursins fyrir ári síðan, að verða ár, að þá kom Alþjóða heilbrigðismálastofnunin út með skýrslu þar sem að þau vöruðu við áhrifum á geðheilsu. Eitthvað svo sem við vissum og allt það, en það bara mikilvægt að huga að því. Þegar við göngum í gegnum svona hremmingar í langan tíma sem hafa áhrif á atvinnu, einangrun, skólagöngu og svo margt í samfélaginu, að þá eru áhrifin á geðheilsu ekki síst hvað mest og svo er þetta mikilvægast að huga að þeim. Og við sáum það að væri kannski tækifæri og væri kannski skynsamlegt nú á þorranum að koma og tala geðheilsu og færa okkur öllum eitthvað sem við getum notað. Og geðorðin 10 og lífsorðin 14 sem eru svo lítið þekkt og fóru hér í umferð fyrir 20 árum eru ágætt. Og við vildum endurnýja þau og þá kom þessi frábæra hugmynd að kalla þetta G-vítamín. G-vítamín var einu sinni til og er núna B2, en hér á Íslandi getum við bara nota G-vítamín sem okkar geðvítamín. Og hugmyndin er sem sagt að færa þjóðinni geðvítamín, G-vítamín, á hverjum degi allan þorrann. Einmitt, og þetta virkar í rauninni eins og jóladag. Maður opnar bara hvern dag fyrir sig og þar býður G-vítamínið manns. Og til dæmis fyrir daginn í dag G-vítamínið farðu yfir daginn áður en þú leggur af stað, sem bara mjög hollt og gott ráð fyrir alla til þess að fara eftir, myndi ég segja. Já, það nefnilega það margt sem við getum gert, þó við séum með þetta í boðhættu og allt það og kannski það einhvern veginn neikvætt, að þá svo margt sem við getum gert sjálf, sem nokkurs konar fyrirbyggjandi viðhald, vendandi þættir geðheilsu og til dæmis að vakna og hugsa, ok, þetta dagurinn, ég ætla svona að fara yfir hann í huganum, ég að fara í þessar aðstæður, ég mun gera þetta og svona og ég kannski að fara að hitta, ég kannski að fara í krefjandi eitthvað og það gott að fara svolítið yfir það, því að þegar maður kemur í þær aðstæður, þá verður kvíðinn minni, þá verður erfiðleikandi kannski minni í þeim aðstæðum því að maður veit svona sirka bát hvað maður að fara að gera og svona veit hvernig dagurinn þróast. Því að við förum oft í þessum hraða, við byrjum bara á því að vakna, kíkja á símann, já þetta búið í gangi og nú rík ég á stað, bara skelli mér kaffibolla, mæti síðan eitthvað og það eitthvað, einhver segir eitthvað og það stuðar mig og ég kom í einhver átök. Þetta allt saman hlutir sem að hafa ekki góð áhrif á geðheilsuna. Nei. En með því undirbúa sig, þá getum við að fara í gegnum daginn. Og svona eru allir dagar í þessu G-vítamín dagatali. Eitthvað sem við getum nýtt okkur. Já, eitthvað uppbyggjandi og nytsamlegt. Já. Kannski við svolítið alin upp í því þó það sé sem betur fyrir að breytast að andleg heilsa við nálgumst hann ekki á sama hátt og líkamlega heilsu. Við erum kannski líklegri til þess að hunsa einhver einkenni eða í andlegri heilsu sem við myndum aldrei gera ef við fyndum til einhvers staðar í líkamanum. Það því miður þannig að við lítum á þetta geð. Það svona pínu eitthvað sem við viljum hafa til hliðar, þetta skrýtna fólkið og eitthvað. Það bara þannig að við erum öll með geðheilsu og við erum öll á einhvers konar rófi og eins og þú segir að okkar svona gamla Ísland og gamla samfélag, við hörkuðum bara á okkur svona, bitum á jaxlinn og létum á einhver bera og allt þetta. En það sem gerir svo bognama, það bara brotnar, sko. Þú veist, það er ekki hægt að fara í gegnum lífið án þess að hlúa að sínu geði og gera það reglulega og vel.
Því að þetta ekkert eitthvað sem að þú hefur bara óþrjótandi, þú getur alltaf bitað í jaxlinn, sko. Jaxlarnir fara og þetta og vinna sig í gegnum það. Sem betur fyrr samfélagið að opnast. En það auðvitað margt annað sem þarf að gera líka og það kannski það sem við erum að gera með þeim svona verkefnum, herferðum, átökum, hvað þú kallar það, að það að koma samfélaginu og til þess að horfa á og viðurkenna geðheilsu og viðurkenna mikilvægi hennar og líka sjá hvað má betur fara í kerfinu, hvað má betur fara í skólakerfinu, því við þurfum að huga geðheilsu miklu fyrr. Við erum alltaf að skoða geðheilsuna einhvers staðar bara þeirra 30, 40 eða eitthvað slíkt, eða 50, bara í barnæsku. Hvernig eru skólakerfi? Hvað verið að gera þar? Hvernig eru geðræktin? Hvernig henni háttað í grunnskólanum, í leikskólanum? Já, einmitt. Það náttúrulega örugglega dýrmætast að forvörnin náttúrulega kemur í veg fyrir að vandamálið verði til í stæði fyrir að við séum alltaf að eiga við einkennin og reyna að slá á þau. Nákvæmlega og það kannski þetta að vera fyrir neðan fossinn sem við köllum, það þessi meðferð sem þau út orðin eitthvað, þegar komið eitthvað, þú ert með einhver einkenni og þá ertu að reyna að lækna einkennin. Sem auðvitað orsakirnar að liggja miklu ofar, bara fyrir ofan fossinn og það eru oft áföll og fleira og það má koma í veg fyrir þau. Auðvitað ekki öll. Við missum foreldra, við missum jafnvel börn. Það ýmislegt sem kemur upp á sem hræðilegt en það eru mörg af þessum áföllum sem getur komið í veg fyrir. Sem eru tengd öðrum þáttum heldur en bara því sem að gerist náttúrulega. Og fyrir þá sem að langar til þess að eignast svona dagatal, G-vítamín dagatal, hvernig bera þið sig að því? Sko, við dreifðum þessu á hvert heimili á Íslandi, það nú bara þannig. Ég reyndar sumstaðar göt, fólk vill ekki fjölpóst og svo eitthvað blaðburar aðili ekki sem mætti ekki eða eitthvað slíkt, sko. En það hefur reyndað að dekka með því að koma þessu fyrir í sundlaugum og víðar. Og við erum svona að reyna, við erum með þetta pínulítið samtök og við erum að reyna að dekka allt landið og við sendum þetta út allt. Þetta var borið í hvert hús hér á Akureyri, með þess að vorum svo hrædd að við fengum póstdreifingu og póstinn til að gera það. Þeir voru fann að dreifa í sömu húsin, við vissum það ekki, við föttum það ekki. En við vonum nú að þetta komist á flest heimili. Ef ekki, þá ætlum við að koma hérna kassa fyrir í sundlauginni. Það til dæmis á höfuðborgarsvæðinu öllu og Egilsstöðum og Ísafirði þetta komið í sundlaugarnar, en ekki auðvitað í hverju þorpi af því að við reyndum að dreifa þessu allt. En ef að fólk þráir dagatalið, þá bara hafa samband í Geðhjálp og við munum senda ykkur það. Frábært. Það nú bara þannig. Og það alls konar, það eru QR-kóðar hérna og fólk getur, það alls konar sko bónus ofan á bara það sem leynist í dagatalinu. Nákvæmlega og til dæmis á miðvikudögum hefur verið með svona, fyrsti miðvikudagurinn var núna, síðasti miðvikudagur, það svona bónus, auka skammtur af G-vítamíni. Sem að tækja svona boost af G-vítamíni. Og það að til dæmis að VAP sem svona göngu-app, með, held ég man ekki hvað, 500 gönguleiðum eða 5.000 gönguleiðum, það eru svo margar á Íslandi, út allt land, léttar og erfiðar og allavega, opið þennan mánuð, þannig að þegar þú nærðir þú getur alltaf náð í appið, en þá getur þú náð í hlaði niður gönguleiðum út allt land og það eru gönguleið þar sem þú sérð sögur staði og fleira og þetta getur maður nota allan mánuðin sem að G-vítamín í gangi, því útivera og hreyfing eru þetta einn af lykil þáttunum. Heldur betur. Og svona verður þetta út átakið og síðan að auki eru svona geðræktandi vinningar í boði. Eins og gönguskór og þyrluferðir og ýmislega svona upplifun sem góð. Þannig að fólk tekur bara þátt, það engar skuldbindingar, þetta ekki fjárhættuspil. Þú bara annarkvort viltu vera með eða ekki, þá skráir þið bara og tekur þátt í einhverjum svona leikjum, spurningaleikjum og svona. Og þá getur unnið þetta og þetta annarkvort dag sem við erum að draga eitthvað svona skemmtilegt út. Þetta alveg frábært framtak hjá okkur. Bara hjartanlega til hamingju með þetta allt saman og þakka þér fyrir að koma henni í þáttinn og segja okkur betur frá þessu. Takk fyrir það og skálum í G-vítamíni. Já, heldur betur. Gangi ykkur vel. Takk.